Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur greitt tæpa milljón í utanaðkomandi fjölmiðlaráðgjöf vegna lekamálsins og skýrslu búsáhaldabyltinguna. Innanríkisráðuneytið hefur greitt 2,5 milljón í fjölmiðlaráðgjöf vegna lekamálsins og segir upplýsingafulltrúi ráðuneytisins ekkert óeðlilegt við það. Fram kemur í svari embættis lögreglustjórans við fyrirspurn Fréttastofu nú undir kvöld að kostnaður vegna ráðgjafar KOM almannatengslafyrirtækis í tengslum við lekamálið og skýrslu lögreglunar búsáhaldabyltinguna er 828.750 krónur. Kostnaðurinn fékkst ekki sundurliðaður frekar. Ráðgjöfin hófst eftir að Sigríður Björk Guðjónsdóttir tók við embætti lögreglustjóra 1. september síðastliðinn. Skýrsla lögreglunar var harðlega gagnrýnd fyrir að hafa að geyma persónuupplýsingar sem ekki mátti birta og Sigríður Björk hefur verið mikið í umræðunni vegna samskipta sinna við Gísla Frey Valdirsson, fyrrverandi aðstoðarmann Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, þáverandi innanríkisráðherra, í tengslum við hælisleitandann Tony Ómos. Fleiri hafa greitt fyrir fjölmiðlaráðgjöf vegna lekamálsins, en í sundurliðuðum gögnum frá innanríkisráðuneytinu segir að ráðgjafafyrirtækinu Argusi voru greiddar tæpar 2,5 milljón króna fyrir fjölmiðlaráðgjöf í fyrra. Ráðuneytið greiddi einnig lögmannsstofunni Lex rúma 1 milljón fyrir lögfræðiráðgjöf vegna málsins. Kjarninn greindi fyrst frá málinu í gær. Jóhannes Tómasson, upplýsingafulltrúi innanríkisráðuneytisins, sagði í samtali við Fréttastofu í dag að það væri í raun ekkert óeðlilegt fyrir ráðuneytið að kaupa utanaðkomandi ráðgjöf í jafn sérstöku máli og lekamálinu. Hann vildi þó ekki veita Fréttastofu viðtal vegna málsins og það vildi Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri ekki heldur. Jóhannes segir að frekari sundurliðun á greiðslum til Argusar verði ekki birt en greiðslurnar hafi dreifst yfir mestallt árið.